Þá komið ykkur kæru krabbar, komið sælir og blessaðir. Nú ætlum við bara að leggja nokkuð spil fyrir stöðuna, hvað í gangi hjá okkur. Ég sit við glugga í nýja settinu mínu, þannig að við heyrið í veðurásanum, þá er það bara bónus fyrir ykkur. Skulum vona að það verði ekki of mikið. Ég er að prófa nýju spil sem vinkona gaf mér. Við skulum sjá hvort að þau sé að byrja að tala við mig. Ég þarf að venjast þeim. Æfa mig aðeins að opna inn á þau. Það er nefnilega oft þannig að maður þarf að æfa sig. Það er líka þannig stundum með spilin. Ekki öll spil sem eru jafn aðgengileg fyrir hvað sem er. Þá verður maður að gefa því smá tíma. En þið, kæru krabbar, já, það er vatnið, það eru tilfinningarnar, það er næmnin ykkar. Eitthvað nýtt er að brjóta sér leið upp úr djúpinu, innra með ykkur, ný tilfinning, ný líðan, þetta vill ný ást að kvikna, þetta vill nýtt barn, hvað ætla ég að segja, nýtt líf fyrir einhverju ykkar. Þið efist og efist. Þið efist að tilfinningarnar ykkar séu réttar. Þið efist að þið geti gert það sem þið ætlið ykkur. Þið efist og einhverjir ykkar vitið ekki hvað þið eigið að gera við þessa tilfinningu sem að virkar á stundum yfir þyrmandi. Þið reynið að útskýra hana huglægt. Þið reynið að tala ykkur frá henni og þið reynið að búta hana niður og flokka hana í hólf í heilanum á okkur. Það hefur ekkert að segja, hún fer ekki neitt, hún er komin til að vera. Það eina sem við getum gert við tilfinningarnar okkar er að finna fyrir þeim, veita þeim athygli og láta þær bara skolast yfir okkur. Ég var að tala nýtt barn áðan hér fyrir einhverja. Þetta er líka fyrir marga kæru krabbar spurningum að skuldbinda sig öðrum. Gæti verið barn í spilinu. En þetta er líka spurningum að skuldbindast sjálfum sér. Að lofa sjálfum sér hinu eða þessu og standa við það. Að lofa sjálfum sér að lifa tilfinningarnar sínar. Og vera sáttur við það og vera bara ánægður með að finna fyrir einhverju. Englarnir eru með ykkur í liði, þeir munu hjálpa ykkur ef þið leitið til þeirra og það sem að ykkur er ætlað er á leiðinni til ykkar. Það er nokkuð ljóst. Það sem þið þurfum að gera er að opna faðminn og taka á móti. Örlögin eru ráðin, þið getið ekki flúið þau nema með ærnum og erfiðum tilkostnaði. Sleppiði tökum, leyfiði englunum að fara með ykkur þangað sem að ykkur er ætlað að vera. Það sem þið getið gert er að búa ykkur undir það sem er að koma. Hvort sem það er skuldbinding við fjölskyldu,
taka á móti nýju lífi, skuldbinding við ykkur sjálfa, kæru krabbar. Það að öðlast einhvers konar nýja hæfileika eða nýja getu í gegnum það að trúa og treysta á leiðbeinendur, engla, hjálpendur, hvað sem þið kallið það, almættið. Og hægt að streitast á móti og taka við öllu því góða sem að koma til ykkar. Öllu því góða sem vill komast að í ykkar lífi. Og margir ykkar kæru krabbar eru búin að streitast lengi á móti. Einhverjir ykkar hafi verið að glíma við heilsubrest. Og ég sé ykkur svona spírallast svolítið niður í móti með heilsuna sem að stórum hluta vegna þess að þið hafi hvorki hlusta á líkamann ykkar né þegið þá hjálp sem hefur verið í boði. Nú kominn tími til að skera á ákveðin bönd sem hafa haldið ykkur föstum við fortíðina. Einhvers konar gamlar byrðar, gömul örlög sem eiga ekki lengur við í ykkar lífi, þar sem þið hafi verið að einangra ykkur, draga ykkur út úr samfélagi manna, hreinlega, sumir ykkar. Það er kominn tími til að taka ákvörðun. Hún gæti orðið snögg. Það getur verið að þið takið hana meðan þið hlusti á þetta myndband. Kominn tími til að breyta og stíga inn í áætlunina sem að almættið er með fyrir ykkur, sem engin annar getur stíð inn í eða uppfyllt nema þið sjálfur. Þá heyrum við í flugeldum. Það að segja nei við gömlum vana, gömlum úreltum hugsanamynstrum. Nýta frjálsa viljan sem þið hafið. Hann er mikilvægur. Það er hann sem stjórnar flestu af því sem þið gerið. Og það er undir ykkur komið, hvort þið viljið breyta. Ef þið viljið halda áfram á sömu braut og margir ykkar eru í sjálfheldu og orðið eymd kemur hérna upp í huga minn, þá er það undir ykkur komið. Þið fáið enga plúsaði klattan fyrir það og það er enginn að klappa ykkur lof í lófa. En aftur á móti, það að snúa lífi sínu til hins betra, fylgja planinu, kasta af sér gömlum byrðum. Það er akkúrat það sem að máli snýst núna, kæru krabbar. Ég óska ykkur allsins besta með þetta, þið sem að standi í þessum sporum, ljós og kærleikur.